Já, komið sæl og velkomin í kalda pottinn þessa vikuna. Og hér Dúfus, Ísfold ljósbera. Já. Hæ. Kvárin. 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 Ég þurfti alveg að hugsa þetta. Já. Ísfold, hvaðan kemur nafnið? Ég er forvitin nafnið. Hvernig kemur það til? Þetta nafn var gjöf. Ég kom út sem kynsegin manneskja. Þar sem ég skilgreini mig, ég persónulega skilgreini mig ekki sem kallaða kona. Ég skilgreini mig hvorugkyn. Kynsegin getur líka verið alls konar, bæði. Ég vil bara svona skjóta þessu inn. En þegar ég kom út þá bara fann ég að það var einhver endurfæðing, eitthvað stórt að gerast inn í mér. Og mér datt í hug að fá nýtt nafn meðan ég á sama tíma og ég myndi breyta kynunin í þjóðskrá. Það er hægt að velja á Íslandi að vera kynsegin, sem er alveg æðislegt. Ég beið með það til þess að athuga hvort að annað nafn myndi koma til mín og helst í gegnum einhverja vitjun, í gegnum draum, eitthvað úr andaheiminum. Eins og er svona hefði í mörgu fjölskyldum og minni einu fjölskyldu. Ég hét áður fyrir Tanja Pollock og það var vitja Tanja. Þannig það þyrfti að vera vitjun líka. Og svo kom bara að því að fyrir 2 árum síðan, ég er ekki góð með tíma, ég skulle segja svona 2 ár, rúnum þetta bara niður, þá vorum við með mann á heilunarbekki á mamma mín. Mamma mín er heilari og við vinnum stundum saman í heilum og hann lá á bekknum og við áttum mjög kröftuga heilunarstund og svo þegar hann kemur tilbaka þá liggur á bekknum og starir bara svona upp í loftið og sagði sko, ég held að aðdragandinn að hvernig hann fekk vitunina var svolítið persónuleg en hann sagði ég er komið með nafn fyrir þig. Hann vissi ekki hvað ég var að hugsa. Vissi ekki mig? Hann vissi alveg mig, hann vissi ekki ég var að senda út í kosmos nafn. Hann vissi ekki neitt. Það kom eitthvað sem hann kannast við hinum megin frá til hans og gaf honum nafnið til þess að gefa mér. Og þannig kemur nafnið til? Já, hann sagði þú heitir Ísfold. Og ég frosna ennþá bara inn í mér að þetta augnablik. Þetta var mjög falleg stund og þetta var bara rosalega kröftugt. Ég var bara, já, ég veit ekki hvort hann átti sig á því hvað þetta var stórt. Nei, alveg greinilega og beint í hjartað þér. Já, alveg beint og mamma náttúrulega bara samþykkt og bara já, þetta er fallegt og flott nafn og svo kemur millinafni ljósbera. Og það var bara, einhvern veginn fannst mér að fullkomna nafnið að vera með millinafn líka. Fallegt nafn, ljósbera. Já, ég er mjög ánægð með þetta. Og ég beið alveg ár í viðbót eftir að fá vitjun fyrir ljósberanafni. Og það var akkurat aftur að vinna við heilun og þá kemur frendi minn hinum megin félaginu og gefur mér þetta nafn. Og ég var bara, er þetta ekki svolítið væmið? Og hann var bara, þetta er ekki það sem þú heldur, sem ég skil núna. Og þetta rúlla bara svolítið af tungun minni en ég hugsaði bara þetta vitun og ef ég er mjög hjátrúarfull þannig að ef ég nota ekki þessu nafn þá fæ ég ekki ákveðna lukkuna blessinu sem er verið að gefa mér. Og raun og veru ljósbera er ekki það sama og vera ljósberi eins og margir þekkja á Íslandi að vera ljósberi. Nú er það ekki? Nei, bera er bjarnardýr, þetta er kvenkyns bjarnardýr. Já. Þannig þetta er bara búið til ljós og byrnu. Þannig það er ljósbera. Já. Þannig þetta er ljósbyrna. Ljósbera. Já, þetta er mjög cool og alls ekki svo eins væmið og hljóma. Nei, bara ekki, nei. Nei, þannig ég var bara svona, frendið, þú hafði 100% rétt fyrir þér. En þú sagði millinafn, svo ertu þá með... Og það eftirnafnið mitt er Sigríðar Bör, sem að Sigríðar Bör og Bör kemur frá því að vera barn. Að bera. Og já, ég vildi bara taka nafn móður minnar. Og þetta er ráð fyrir kynsegin fólk í dag að nota endinguna Bör í staðinn fyrir dóttir eða son. Já, þannig ég Sigríðar barn. Mér finnst þetta svo flókið.
Það? Já, mér finnst það flókið. Já. En alveg algjör virðing fyrir sig. En já, þetta eitthvað nýtt sem að mín kynslóð þarf svolítið að læra. Já, og þetta bara kemur. Þetta eins og þegar maður að vökva mold og vatnið þarf aðeins að þreifa úr sér og fara svona svolítið inn í rótarkerfið. Að kynseinleiki, að vera hvoru kyn eða bæði, eða vera bara út fyrir kynja tvíhyggjuna, eitthvað sem fylgir mannkynssögunni. Þetta er mjög þekkt og bara hinsegjanleiki að vera kynsegin fellur undir transreglífina. Þetta er bara eitthvað sem alltaf fylgt mannkynssögunni og í raun og veru kemur ekkert rosalega áberandi tvíhyggja á mörgum slóðum fyrir en hvítir Evrópubúar byrja að koma til dæmis til Ameríku og Suður-Ameríku og fleiri staði til þess að kolonæsa, hvað er þetta á íslensku, nema landtöku. Og þá koma þeirra gildi sem bara, það voru kristin. Það er bara karl og kona og svona hjónaband og hugmyndafræði og yfirfæra þetta á mikið af frumbyggjum sem áttu lengi vel til orð fyrir fólk sem ekki inn í tvíhyggjuna, að vera til dæmis two-spirited. Og mikið það bara fornum gyðjum og guðum eru svo blendin sem og fara út fyrir þessu box. En sko, það hefur þóttur nú alveg í mínu ungdæmi alveg nógu mikið hneykslan í fjölskyldinu eitthvað samkynhneigð. Já. Þá var allt crazy í jólabúðum. Já. Og veist, við erum komin miklu lengra en það, vonandi. Já. En viltu segja nafnið frá upphafi til enda? Ísvöld Ljósbera Sigríðarbur. Sigríðarbur. Og fólk kallar mig bara Ísvöld. Já, ég meina það ekki og ég meina það venst mjög vel. Já. Að gera það. En þegar þú gefur okkur nafnið, veist, bara hjá lækninum eða einhvers staðar, færðu augabrúnina? Ég fæ alltaf hrós. Já. Það er alltaf bara vákvæmt magna nafn. Ef ég hef tíma og fólk spyr, þá segir þeim bara eins mikið á sögunni og ég get. Fólk hlýtur að spyrja mikið. Það spyr og þeim finnst þetta bara mjög fallegt. Og margir Íslendingar sem allavega ég fæ kynnast í lífinu eru með mikla hjátrú og trú á vítanir og vilja eiginlega vel fyrir mann, bara vertu eins og þú vilt. Og þó að manneskinn er að reyna að finna út úr þessu, hvernig að nota málfræðina, kynja manneskir flestir eru vel viljaðir. Margir kannski svona hrista haus aðeins út af því að þetta er svolítið heila brjótur. Já, þetta er ekki slátur og gúmmiskór. Nei, íslenskan er bara þannig að hún er verið í kvenkyn og karlkyn, já, hvorkyn líka, en það er verið bara svo lengi þannig og svo kemur inn með orðið eins og hán og kvár og beygja í hvorkyn, þá vil fólk, kemur kannski svona mótþrói. Ég er orðin svona gamalt og ég veit ekki hvort ég get lært þetta, en vertu eins og þú vilt vera, eitthvað svoleiðis. Ég vil gefa þeim aðeins meira gaum, að þau geta ennþá lært. Auðvitað, það geta allir lært. Já, og það tekur tíma, það tók mig nokkur ár að flæða með þessa beyginga þegar ég var að tala við kynsegin og transvini mína. Og það eru mörg orð sem ég er ekki með á hreinu. Nei. Og þegar það kemur upp á, þá erum við bara allir að hugsa bara í fallbeygingum og bara svona, þú veist. Íslensku kennarinn kemur svona úr móðunni inn í myndinu. Og það er eins og ensku, þá hefur verið oft notað, þeir notaði they, them. Svo í staðinn fyrir she, he, þá segir bara they, them. Og mörgum finnst það vera eitthvað nýtt, en í raun og veru það búin að vera í ensku tungumáli langa tíma, sérstaklega þegar við erum að tala um börn. Bara they are coming eða þú veist, eða þetta er notað. En nú þurfum við að beygja heila setningar áfram. Og ég segi bara, við erum fyrsta kynslóðin sem er að koma með þetta inn. Við gefum okkur bara tíma til þess að láta það svona svolítið settlast inn í samfélagið og síðan ég fór að átta mig á að ég var í kynsegin, ég myndi segja kringum, út af því það var ekki orð fyrir þetta. Það var fyrirmynd sem ég sá kringum 2016 sem að kynnti mig fyrir þess orðið hán og kynsegin. Fyrir alltaf að smella hérna í bóksinu. Þetta er ekki það langt síðan. Þannig að þetta bara vaknar í þér í umræðinni að þú finnur þig út í þessu.
Þetta lítur að koma allt innanfrá. Ég meina, þetta ekki utanfrá þrýstingur. Ég held að enginn verið kynsegin bara því að sá einhverja bíómynd eða las einhverja bók. Ég held að sé einhver neisti sem að klikkar við umræðuna og segir já, ég finni það. Já, það var líka, ég vissi alltaf að ég væri öðruvísi en það sem var verið að segja við mig, en ég átti ekki til orð eða samfélag. Og þannig að frá því ég var lítil, ég 3 ára aldur, þá ég fann að segja að ég strákur. Bara því ég fekk svo illt í magann þegar var verið að kalla mig stúlku, stelpu, hún. Alveg strax 3 ára? Ég man svo vel að 3 ára því að ég mætti í leikskólann með pulsu í buxunum til þess að sannfæra hina krakkunum það að ég væri strákur í alvörunni. Kreatív. Já, og þetta var því að ég bara ætlaði að sanna það að ég væri ekki stelpa. Og og áttur þetta samtal við kennarana og... Ekki kennarana, en í mömmuleik, þá var ég bara nei, ég ætla að vera pabbinn og ég var að reyna að segja við krakkana, þú veist, bara ég ætla að vera allt annað en systirinn eða mamman. Og það var ekki tekið neitt vel í þetta, það var bara svolítið svona, nei, og þú ert ekki strákur, þú veist, það var... Svona tímabil sem þú gangi í gegnum og allt þetta. Já, eitthvað, þú veist, við erum að tala um 85-86, þú veist, þetta var bara ekki... Það var önnur menning. Já, allt önnur menning og það var enginn að gera með megin, þetta var bara svo ruglingslegt og lengi vel þá hélt ég væri kannski bara ekki heima á jörðunni, ég hélt ég væri geimvera. Og þetta skrítið að eitthvað skulle segja hún og maður fær strax eitthvað í magan og eitthvað í húðina og það endaði með því líka bara úr þessu elstu minningum að reyna að koma fram þá sem strákur fór jafn illa í mig. Það var skárra en að vera að kalla mig stelpu alltaf, það var eitthvað þyngd á þetta sem að ég bara átti mjög erfitt með að bera og þetta eitthvað svona tilfinninga innan sem hún svo ónotalega að maður vill bara einhvern veginn koma svo frá sér. En þegar ég fór að þegar bara kemur inn í samfélagi kynsegin og svo kemur orðið kvár, það verið að skoða fornöfn eins og hán og hín, þá einhvern veginn losnar þetta inn í mér. Þetta ekki spark eða kveikja, heldur þetta léttir. Og þá einhvern veginn, þá bara létti mér og létti mér og létti mér. Og það var, þegar eftir ég kom út, þá fór ég fyrst að klæða mig kjól og vera svona, já, þetta bara, það enginn að dæma mig, það enginn að segja, ég segi eitthvað. Ég gat gengið með veski og mér leið alltaf þess að ég var hommi. Þegar ég gekk með veski, þá var ég svona, oh my god, ég svo hommaleg. Og skildi ekki hvað þetta var. Nei, ég trúi ekki. Og mér fannst ég verið í drag þegar ég var að klæða mig kjól eða eitthvað svoleiðis. Þannig að, en einmitt með samtal, með samfélagsvakningu og fleiri sem eru svona að tala saman, þá komst ég að því, ég ekki eina manneskja sem leiði eins og homma. Þú veist, bara með að klæða sig einhvern veginn. Fyrirmyndin mín var Páll Óskar og Laugi Rakari, frændi minn. Laugi var ennþá kvenlegri og margir sem voru að tala að hann var, lady, sko. Hann bara svo mikið lady. Hann var algjör lady. Og hver veit hvað hann myndi segja í dag, sko. Hann var aðeins á undan og ég veit sko, að því ég man vel eftir honum síðan í gamla daga, í 70s. Já. Og þetta verður ekki verið auðvelt. Nei. Veist, og hann var svona mjög bara rotta líka. Já. Og þetta var ekki auðvelt fyrir hann. Nei. Ég var vitni að áreiti á hann út af kynhneigð hans með þess viðbjóður. Skilur við. Já. Hann faldi þetta rosalega mikið frá mér. Hann frændi minn. Og mikið uppáhaldsfrændi líka. Og það kom svolítið til mér eins og hann var alltaf sprólegri inni sér, hann var svo sterkur inni sér. Hann var alltaf sjálfsöryggir uppmálega. Já, stór manneskja. Sama hvað gekk á, þá var hann ennþá bara gangandi niður Laugaveginum í rauðu leðurbuxum, hár útblásið, hringinar, naglalakki og allt. Bara eina sterkustu mannesku sem ég hef nokkuð tíma kynnst. Á þessum tíma bara bravo. Og þeir tala þetta, þú veist, fleiri samkynhneigðir bara, hann var eins og gangandi ljósastur. En hann var rosalega heppinn líka. Hann var með sína frænkuklíku sem voru alveg frekar fierce konur
Amma mín, Begga frænka mín og fleiri, að sjá myndir af þeim, þetta bara eins og svona skvísahópur. Og hann bara alveg, passar alveg inn. Hann alltaf með þessa hendur. Og þá ég svolítið tengdi við hann. Þannig ég var bara svona, hann var gay, hann vildi ekki nota orðið homi. En ég var bara svona, mér leið svolítið eins og ég segi svo leiði, pínu gay eða eitthvað. En svona þetta, ég finn mig í hvoru kynum. Ég bara svolítið í ykkur upplöfunarferð. Ég veit alveg hvað anatómi ég með, það skilgreinir mig ekki. Nei. Þú þarft heldur ekki að skilgreina. Mér finnst það að fólk þurfi ekki að skilgreina sig nema bara í eigin skinni með sjálfum sér og speglinum. Já. En það er mikið atriði, við vorum að tala um það fyrir þáttinn. Þessi dagur er búin að vera svo skrítinn. Já. Þannig ég held að við ætlum að skála í Jesúlagi. Amen. Það veist, maður brjóti ekki hefðirnar. Hefðirnar er svo mikilvægar í Ísvöld. Ég er sammála því. Ég elskar líka bara Jesúlagi, þetta flæðir vel. Mér finnst þetta besta brand ever. Það er svona, með svo mikið rock í þessu, ég segi, ég verð að fá hjá þeim Jesúlagi fyrir þáttinn. Þetta er bara ógeðslega cool. Mér finnst þetta betur en margt annað límuna sem ég fengi með. Já, þetta er mjög góð. En hvað, þegar, þú ert þarna strax 30 ára, farin að svona vera svolítið á kantinum með þig, var þú skilgreinir þig. Var þetta gegnum gangandi gegnum skólakerfið? Já, þetta er bara alltaf. Bara saga þín var lituð af þessu alveg inn í fullorðins ár. Já, þetta er alltaf undirliggjandi og svo komu tímabil sem maður reynir að hunsa þetta og reyna bara að lifa með þetta. Þetta verður bara einhver tilfinningin í manni sem að bara er. Varstu konfronterið með þetta? Ja, var þetta opin umræðin á heimilinu? Nei, það var ekki. Það því að... Var skömm í þau? Nei, ekki neitt svoleiðis. Fjölskylda mín er mjög opin. Mjög opin. Fjölskylda mín út í Ameríku sem er í Suðurríkjunum, þarf kannski aðeins meira tíma. Ekki það að ég má ekki vera eins og ég vil vera. Það er bara, þau eru svo hefðbundin og gamaldags, þau eru bara nafnabreyting og frá að kalla eitthvað annað en hún. Þetta er bara eitthvað sem þau þurfa að melta í lengri tíma, en það er ekkert nema ást og stuðningur og loforð að læra meira ásækið fólk eins og mig. Þannig að samþykki í þessu alla leið? Ég hef ekki upplifað eitt annað en bara mikið kærleik og samþykki frá mínu nánustu og fjölskyldu. Það getur verið allt annað í gangi, rígur. En það mun ennþá nota nafnið sem ég noti í dag. Men ennþá vanda sig við að nota réttu orðið. Kalla foreldriðinni nýja nafn? Já. Móðir mín, náttúrulega, guð mig góður, þú veist, hún fekk vitinu á gamla nafninu mínu, þú veist, og er alveg upp Tanju í nær 40 ár. Og þetta var alveg smá stund að svolítið svona að færa okkur yfir inn í nýja tímabili. Og það var í raun að vera bara rosalega kröftið að gera þetta með henni og halda áfram að eiga þetta samtal aftur og aftur og aftur þangað til að við svona áttum okkur á saman, við náum samstiga að færa okkur yfir í Ísvaldar tímabilið. Kallum það Age of Ísvöld. Kapli 2. Þið eru mjög samrýndar þú og móðin. Við erum líndar saman, já. Ég sé það, hún er áhorfandi í sams. Já. Þannig að... Við erum mjög mikið saman. Svo er ég með, gamla eftirnafnið mitt Pollock. Það er því að maðurinn sem tók þátt í að búa mig til og alveg mig upp að hluta til var Daniel Pollock. En leiðin okkar eru ekki saman lengur. Það er bara eins og það er. Og en ég var ættleidd af öðrum manni. Já, ok. Hvenær kom það til? Athöfnin var í sumar. En við erum búin að vera í þessara þróun í 6 ár. Já. Og hann er amerísku indóni sem heitir Crow. Hann er Lakota. Og við kynnumst í gegnum sameiginlega vin. Þetta var það auðveldasta ást og tenging og bara örlög sem ég hef upplifað. Ég fann bara, þú veist, að við erum bara sálufélagar. Og ég sá hann samt eitthvað inn í mér, þekkt hann sem faðir minn og sömuleiðis. En við erum hvoru manneskja sem stökkva inn í eitthvað svona. Við erum líka sátt við að vera bara að elska hvort annað og sá mig sem dóttir eða barn, sá hann sem föður.
En þetta bara þróast. Og hann í því hlutverki að vera faðir þinn í dag? Nú er hann það í dag. Þetta faðurinn sem ég valdi. Við fæðumst með foreldra, svo getum við líka valið okkur foreldra. Og ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir fortíðina mína og manninum og porlókaættinni og bara allt sem var. En í kafla 2 þá fekk ég líka, þú veist, annan pappa. Og það búin að vera rosalega heilandi. Mjög, mjög gott. Og ég fæ líka að kynnast bara hans hefðir líka og allt sem bara fylgir hans líf. Hann sem sagt þekkir hann sinn bakgrunn vel sem indjáni, sem það ekki? Native American, ég veit það bara indjáni eða? Já, hann áttu Ameríkur umverulega. Já. Það þurfti ekki að finna hana. Original American, já. Hann alveg upp á það sem heitir reservation. Og lærður í sinni sið, hann er svona andalæknir í sinni fæi. Æðislega. Bara mjög low-key maður og bara eitthvað sem ég á með mér. En mér finnst bara, ég er mjög heiðurlegt líf mitt og mér finnst eitthvað jafn mikilvægt og eiga foreldra sem kannski ekki saman maður fæddist með. Maður þarf einhvern veginn að tala þetta. Nákvæmlega, og bara takk fyrir að deila þessu. Líka því að blóðfaðir minn, hann hafi verið þekktur á Íslandi, þú veist. Og þá margir sem bara Pollock nafnið, þú veist. Þannig ég bara við erum bara að rífa plásturinn af og ræða þetta svona aukinn hátt. Alltaf ástafinningu, sko. Þú ert algjör töffari. Ánægður með þig. Takk fyrir. Já. Ef ég kemst út af lífinu sem töffari, þá ég mjög sátt. Ég þarf ekki að hafa eina nótið, eina línu. Já, mín skilgreining á að vera töffari einhver sem stendur virkilega með sér. Já, ég sammála. Það töffari, það ekki að rota íspilni. Það sko að standa með sér sem manneskju, hver sem maður Það í mínum huga það töffari, sko. Ég ætla að vera sammálaður. Mér finnst það mjög, mjög fallegt. En mér sammála það að þú töffari. Já. Þú sem er leiðist töffari. Þakka þér. Ég hef gert svona swag, það eitthvað þing. En svona skólagangan og var þetta allt svona hefðbundið bara snið? Nei, enga veginn. Guður. Skóli? Danskupróf á 50 degi? Nei, tók ekki þátt í þessu. Þannig að ég með mína greininga, átti einhverf mikið sem greind seinna í lífinu. En þú veist, ég er 80s barn, þú veist, þannig ég fæ ennþá upplifað það að vera, þú veist, litla barnið sem var svona mikið eitt heima eða frjálst úti, þú veist, mikið úti. Og ég átti að vera á skóla á dagheimilinu, ég mætti aldrei. Það var ekki alltaf bara sótt eitthvað upp á hæð. Eða einu sinni var ég sótt á skeru sem var að byrja að flæða að. Eitthvað svona, bara gleyming, bara fara út í ævintýri og lita ekki tilbaka. Og ég gekk bara út úr skólanum. Ég labbaði bara út úr skóladagheimilið og skólanum. Ég bara eitthvað, já, ég er bara farin og ég labbaði bara út. En var kerfið ekki á eftir þér með þetta? Nei. Var ekki endalausir kennarafundir og barnavernd? Það, mamma? Jú, það var svolítið. Það var ekki óþekkt. Þegar ég bara fór. Ég labbaði bara út. En ég var líka að flakka mikið með foreldrum mínum, þú veist, ég var með mömmu og barnsvennarnar. Og við vorum bara líka við stundum á hálfsársfresti eða ársfresti að fara milli Ameríku og Íslands. Já, þeir rápaðu á milli? Já, þetta var stundum mjög þétt, þú veist, ferðina fram og tilbaka. Og ég var eiginlega alltaf á Ísland á sumrin ef ég átti heim út í Ameríku. Þá var ég sendt. Ég er forvitin vita, veist, að því að þú ferð greinilega þína leiðir í lífinu og þarna strax sem ung kvár. Er ég beint rétt? Já, þetta er fínt. Já, en eins og kerfið fungerar sko leið einhver dreifus út úr norminu, þá er kerfið komið alveg á fullorinn að draga inn í kerfið aftur. Gerðist það ekkert? Jú, þú veist, aðeins, en við vorum að flytja svo mikið. Til Bandaríkjanna og tilbaka? Já, og tilbaka. Þegar, þú veist, ég hef ættir að reykja þaðan líka og og það var bara annað heimili, stór hluti af lífinu mínu. En ef maður er kannski bara hálftar úti, kemur hingað aftur, það er ekkert eitthvað að vera að fylgjast með. Og það er eins og þegar ég flytt fyrst til Ameríku, þá er ég með eldhúsensku. Ég er ekki með neina skólaensku. Ég kann ekkert að skrifa eða lesa eða neitt svoleiðis.
og þau eru ekki átt að segja á því, þú veist, kennararnir. Fyrsta árum mitt þarna, þá ég bara að hlusta á umhverfið mig. Hvað varstu gömul þá? Þá ég 6-7 ára. Og svona ung? Já. Þá ég bara að draga inn og hlusta á umhverfið mitt og kannski svolítið í þögninni og þeim fannst það skrítið. Svo mætti ykkur tíman kúla á hausinn og svo aftur kúla á hausinn og þá var eitthvað mikið samtalið að vera að berja það heima eða eitthvað. Og það var ekki rétt. Ég gengi í svefni. Ég með sjúkdóm sem heitir pre-insomnia og ég gengi í svefni. Ég með kúla á hausinn akkurat núna og þegar ég gekk í svefni bara fyrir nokkur dögum síðan. Og þú veist, ferðu bara röltið í svefni? Ég get farið út úr húsinu. Nei? Jú, þetta mjög alvarlegt. Eru bíllyklar faldir á kvöldin? Ég keyri ekki. En ef ég fæ tímabil sem mikið gengið í svefni, þá stundir ráð að setja topplás, svo ég reyni ekki að labba út. En þetta gerðist svona, að þú veist, til dæmis, þetta var einn afskipti sem ég man eftir. Ég var búin að reka hausinn á mér svo oft ég bara krakki sem ég bókstaflega gekk í svefni, ég man eftir þetta skipti, ég vaknaði í fataskáp og rek hausinn á mér í vegginn. Þetta var alveg vita, mamma vissi af þessu, vissi allir af þessu, þú veist. Og þú ert ennþá að þessu? Ég ennþá að þessu, já. Og hver að búast við? Þú getur farið út úr húsi og staðið bara á götuhorninu og vaknaði? Eða skilar þér aftur í rúmið? Ég hef gert það. Ég hef skilað mig aftur. Kannski bara skítið úr fótunum og búin að vera röltinu? Já, það til mynd sem maður sér fótospor frosin í jörðinni. Þetta eru fæturnar mínar. Út af því að það gerðist eitt dularfullt að ég vakna upp og að fara út með krakkana til að ganga með krakkana í skólan en það einhverju skór fyrir utan dyrnar og það var ólæst sem það gerist aldrei. Við Vesturbæ Reykjavíkur og læsum þar en það bara einhverju kallaskór og ólæst og það eru fótspor niður stigann, göngustiginn út af plan. Það eru handaföru á okkur bíl, þú veist það var frost úti, það var sérma handaföru. Og ég labba með dóttur mín eitthvað áfram og ég sé þessa fætur, berafætur, fara beygja til nágrannana og að einhvern skúr þarna. Og svo þegar ég labba tilbaka þá fer ég virkilega, þegar ég er búin að skila henni og ég fer að skoða þetta rosalega vel, þá var ég bara svona, fer ég eitthvað svona muna sem ég var að dreyma. Að ég hef verið að gramsa. En þannig að þú átt enga minningar af þessu þegar þú vaknar? Þetta mjög skrítið. Þetta pínu minning, en hún svo óljós að ég get haldið fram að þetta kannski ekki alvöru. Fyrir rökum staðnum, það getur ekki verið? Já, þetta getur ekki verið, en nei, þetta voru handaförin mín, þetta voru fæturnar mínar og það sem ég hef gert, ég hef bara gengið út á húsinu, rölt yfir til nágrannanna, farið inn í bílskúrna þeirra, fundið þessu skó, setta fyrir utan dyrnar mínar og komið aftur inn og fór inn að sofa. Má maður hlæja þessu? Já. Og ég get samðað með þessa mynd. Þetta bara litli táslunir frosnan inni þegar ég staði þarna sofandi í frostinu, ekki vakna. En fólkið þitt í kringu því, sér það þig í þessu ástandi? Að mæta þér bara og þú bara vísa mig aftur inn. Í annarri við? Já, það bara vísa mig aftur upp í rúm, ekki vekja mig. Sonur minn eins. Þannig að við erum kannski bara að rölta saman á nætunar, bara, þú veist, mæta hvort öðru eða eitthvað, þú veist. Það alveg stórmerkilegt. Þetta stórmerkilegt og þetta ættgengt og það svona svefnvandi eða eitthvað svona syndrom í báðum ættum. Þannig ég get bæði verið insomnia, ekki sofið neitt og svo lenti því að fara að ganga í svefni og svona að kræfan hátt að ná að fara allir út. Veistu, þetta hljómar svo bíómyndahandrit. Já. Þegar maður heyrir þetta svona. Þetta það. Maður heyrt þetta sko, en aldrei svona, ég hef aldrei heyrt svona lýsingar áður. Nei, ég er bara heppin að hafa þetta í fjölskyldunni til þess að... Það var bara ekki fyrir bíl eða eitthvað, þú veist. Nei, ég veit ekki, ég bara vonaði það besta sko. Ég á frænku sem straujar, ég á einn frænda sem labbaði alveg niður í fjöru og afa sem að vera, veit ekki, hann var eitthvað að tína eitthvað að nagla bílaplani, þú veist, þetta er allt eitthvað mission. Og hann voru að gera eitthvað. Það góða við þetta að ég kann ekki að keyra bíl. Þannig að maður gerir allt sem maður kann. Já. Þú veist, og eins og með hvernig ég rændi skónu og bílskúrnu, í sem bæði og ég skilaði bara fyrir utan þarna. Bara Þú var ekki bankað? Nei, hvernig á ég útskýra þetta? Þetta hljómar svo skringilega. Þú veist. En þú veist,
Þegar ég kann ekki keyra, þannig ég er ekki að fara að keyra. Og ég er ekki mikið að fara að elda, þannig að nývörun ekki neina hættu. En ég er að fara í göngutúr, það er annað. Það veist, ég er alltaf í göngutúrum eða eitthvað sem ég geti kannski fara að mála eða gert eitthvað píanó, kannski spila píanó. Þannig hver dag eru bara nýtt ævintýri jafnvel. Er þetta algengt eða er þetta tilfallandi eða? Hjá mér er þetta svolítið tengdu streitu. Þannig ef það er mikið streitu í gangi hjá mér þá get ég gengið í svefni. Og þetta er misjafnt. Stundum er þetta einmitt, ég er alveg steinsofandi og get farið alveg út í þetta ævintýri og tilbaka. En ég hef líka vaknað upp í þessu ástandi og ég get sagt að þetta er eina sem ég hef svona svolítið visually af þessu. Ég stend í stofinu og svo ég heldur sem augun opin, en það lekur einhvern veginn það sem ég sé fyrir framan mig. Það er eins og lekur niður draumurinn og ég fatt að ég stend bara þarna. Það var svo skrýtið við þetta, það var svona psychedelic, það bara kom svona og ég var bara eitthvað, ég er í stofinu minni. Ok. Þannig þetta var ekki óþægilegt, þetta var ekki von. Ég er svolítið góð og flóð manneskja, ef eitthvað skrýtið þá er ég svona, ok. En ég var bara, ok, þá veit ég hvað þetta er. Það er líka tricks, sko, það er eins og að stilla klukkunni sína svona, ég fyrir upp í rúm klukkan 11 og stilli ég klukkuna klukkan 3, það vekur mig aðeins og svo sofna ég aftur. Og þetta er eitthvað sem kemur fyrir, eitthvað rétt fyrir REM-svefn. Já, í því svefn ástandi gerist þetta. Já, ef maður vekur sig og fyrir aftur að sofa þá getur maður sporna við því að fara í göngutúr. Ok, vá, þetta er alveg magnað. Eins og þessi þetta ekki kokkur eða... Nei. Veiðimaður eða eitthvað. Eða lendi í eitthvað verð. Þú veist, ég bara, eins og segi, það versta sem ég komið fyrir er að ganga á hurð og veggi og fara í skáp eða eitthvað svoleiðis. En þú hefur rýmisgreind í þessu ástandi greinilega, lappa niður tröppur, lappa fyrir hóp. Bara vissuleyti, vissuleyti. En ég hef vaknað upp svolítið með skrýtna marblita og svona, þá er ég bara að reka mig í eitthvað. Og maður vaknar ekki við það. Þú veist, voðalega lítið. Áttu maka? Já, það er maka. Hann heitir Gunnar, hann er sjómaður. Hann er út á sjó núna. Og hvað, þú veist, verður hann var við það að þú bara... Já. Og hvað, hún er bara allt eitthvað. Já, og þetta er bara, hvar mun ég finna hann í fyrramálið? Það er bara, það er stundum spurning hvar ég vil finna í húsinu. Vá, þetta er merkileg. Þannig að skólagangaðin var bara alls konar? Já, eins og segi, þú veist, eins og ég segi, ég er með svefnvanda og sem er fylgt með alla ævi. Þegar var þetta kerfi að fylgjast með manni eða eitthvað svoleiðis, þetta var svona það mesta var bara kúla á hausinn eða eitthvað að heima. En nei, málið er, ég er í skóla, ég skil varla málið. Ég er með svefnvanda, ég bara ég þurfti bara aðstoð, stuðning, en ég var send síðan aftur til, það var allt í góðun úti, allt var leyst, þetta kom í ljósa, þetta var allt eðlilegt, minni kúlur og svona, en svo er ég bara komin aftur til Íslands. Og svo er þetta bara fram og tilbaka svona. En ég ákveð sjálfa að ég vildi ekki búa út í Ameríku þegar ég er í 10. bekk, 15 ára aldur, þá er ég komin aftur til Ameríku og við hafa bara sagt, það er bara rosalega stilt og stendur vel í skólanum, þá getur ég flutt aftur til Íslands til ömmuðinnar og ég gerði það. En það reyndist mér bara svolítið erfitt að vera ekki með mömmu, þú veist, eitthvað svona sem heldur vel í drömman. Amma og afi eru líka eins og foreldrar mínir og frábærir, en ég er stór persónuleiki og var að gangi gegnum, þú veist, ég er unglingur, 15-16 ára og svo er bara flytið til Íslands ekki með þetta foreldrahald og svo er ekki eins mikið ægi í skólakerfinu hérna á Íslandi eins og út í Ameríku. Það voru allt með göt í tíma, þannig ég þurfti bara að taka ábyrgð á því að mæti þennan tíma eftir 2 tíma. Þú veist, ég þurfti eiginlega eitthvað svona meira military kerfi. Þú þurftir alveg þetta að vera alveg strúktúrerað. Allt strúktúrerað, en með allt þetta innra rými eða þú veist, göt í kerfinu eða eitthvað svoleiðis, eða skóladagsskránu eða eitthvað svoleiðis, ég réð ekkert við þetta. En hvernig myndir lýsa þér sem unglingi, þegar þú horfir tilbaka? Hvernig varstu? Hvernig myndir lýsa þessari persónum hér? Já. Í 10. bekk? Í 10. bekk, bara... Varstu tilbaka? Varstu introvert eða extrovert? Já. Mjög extroverted. Verbal?
verbal, já. Fyrirgefið á árum fyrir ég sleppti svolítið, en það vonandi skiljið allir. Tjáði mig mjög mikið. Ég er með feimið eðli í mér, en einhvern veginn næ ég að bara yfirstíga það alltaf. Ég er alltaf bara með eitthvað mantri í kollunum, bara fuck it, skilur, bara do it. Alltaf að vera ófeimið við að tjá mig gegn klæðnar. Ég er með sterkar skoðanir, þannig að tjá mig er ekkert mál og líka vera kannski með skoðanir sem voru ekkert vinsælar líka. Eins og? Ég veit ekki. Það var eins og út í Ameríku, þá voru við með dálka í skólanum sem við gátum tekið úr blöðunum. Einhverja frétt og svo áttu við að skrifa kannski fréttina. Og ég ákveði alltaf að taka bara, erfiðustu málefni, að lögleiða eiturlyf eða eitthvað svoleiðis og við erum að tala alveg jaðar subject, sko, og við erum að tala það bara 97, eða 96, 97, þegar enginn er ekki að tala þetta. Og tvisvar allavega sem ég veit var þessi grein tekin út af mér, út af því ég skapaði svo mikið ágreining í bekknum, það var bara, ég vil ekki svona ræða það mest controversial sem ég ræddi þarna, sko, en það var uppnám. Já, ok. Varstu föst fyrir, tókst alveg díalógið, umræðina? Nokkurn veginn. Hávar réttlætiskennd? Nokkurn veginn, en þegar ég kom með einhverja mjög sterkar skoðanir, þá get ég verið jarðýta með þetta og sérstaklega þegar það kennari í rýminu eitthvað svoleiðis, ég er bara með eitthvað, enda að authority í mér, ég þarf alltaf eitthvað stuða, yfirmanni eða kennara. Og líka, því ég er mikið grúskari, ég er alltaf verið vel lesa mikið heima, mjög forvitið og ég kunni í raun og veru alls konar sögur, til dæmis sagnir og historiur og allt það miklu betur en kennarinnir. Þannig að ég var alltaf að rökræða. Ég var krakkinn út í Ameríku sem var bara, nei, víkingunum voru undan. Hafði ekki lesið Eiríks sögu, og hvað með fyrir umbyggina? Og þau eru bara að reyna að tala Kólumbus. Og ég er bara svona, ég er ekki samvinnið því. Þannig þú tókst umræðina? Ég tók umræðina og þegar var kannski skrifað eitthvað mig eða talað mig, kennarinn sérstaklega út í Ameríku, þá var talað það, að þetta væri rosalega flott hjá mér að vera þessi típa en gæti hætti að vera með afsökunum fyrir öllu sem ég kallaði ástæður og læra einmitt að eiga samtali þá hlusta á aðra hlið á málunum en þegar ég er kannski með ultra fókus að lesa mig til eitthvað og ég er alveg bara þetta er eitthvað fræði sem ég er búin að regla niður og ég er spennt fyrir að deila og þá er það bara í einhverju suburb út í Ameríku sem að fólk er ekkert það exposed og ég kem bara inn bara með controversial og mjög reglulega. Ég veit ekki hvernig ég fór að þig en ég náði alltaf að vera frekar vinsæl í skólanum út í Ameríku þó ég kannski byrjaði ekki þannig og átti, Hafið þið svona félagslegt net? Þeir reyndu að útskúfa mig eða gátu einhvern veginn ekki gert það. Þú lést ekki útskúfa þér? Nei, ég kom stundum til Ameríku og þau bara hvað, Ísland hvað? Og það var oft sagt, ég held að hún er frá Pólandi eða eitthvað, eða verið bara skrítið eða eitthvað og mér var alveg sagt bara, passar ekki alveg inn í hópinn og ég bara ok, en þau náðu alltaf snúma við og við erum alltaf vinir. Ég veit ekki hvernig þetta virka, þetta gerst bara. Það er bara eitthvað, þú ert svo gömul sál, ég held að það sé málið í þessu. En hvernig gengur þið svo fótaði í fullorðinsheimi? Hvernig gekk það? Allt í einu orðið fullorðinn og borga skatta og... Það virkaði ekki vel. Ég náði ekki alveg átta mig á neinu svona, fullorðinsmál, ég bara vissi sko einn dag myndi ég vinna, eða ég var 16 ára þegar ég byrjaði að vinna. En ég skildi að mæta á þessum tíma og vera búin á þessum tíma og fá launaseðilinn. En ég skildi ekki, ég var ekki með neitt fjármálalæsi, hvað skattar eru eða eitthvað svoleiðis. Það var svolítið fólk kringum mig sem tóku svona svolítið utan það. Og þetta er hluti af einhverjum minna líka, þetta er bara yfirþyrmandi. Ég get verið mjög góð að greina alls konar flókið, en þetta finnst mér svolítið svona, ég næ ekki utanum af hverju þetta er eins og það er, ég ætlum ekki svona að fara út í þetta er svo leiðilegt.
En ég einhvern veginn svona, ég man líka eftir því þegar ég var barn að ég vildi ekki fullorðnast, að hætta að horfa á teiknimyndir eða vera bara boring, þú veist. Ég lofaði mér að aldrei hætta að leika og í raun og veru bara svona, mitt mantra var bara að maður bara gamall og maður breytist ekki með tímanum. Þannig ég ætlaði bara að vera í þessu stöðu flæði og þróun og átta mig ekki einu sinni á því þegar tíminn er bara komin, ég er alltaf orðin 40 og ég bara, ok, ég er fullorðin núna, ok, ég tók ekkert eftir því. Ég tók ekkert eftir því. Nei, ég veit ekki hvað það er. Ég þroskast og ég eignast fyrsta barnið mitt þegar ég er 20 ára. Þannig að fyrir beintur að vera unglingur, maður er ennþá bara svolítið unglingur 20 ára. Yfir það að vera foreldri? Já, það var ég bara foreldri þá og svo eignast ég annað barn þegar ég er 27 ára, ég á 2 börn. Hvernig gekk þér að púsla því saman? Bara mjög vel. Ég hef alltaf verið mikið móður í mér og þetta var bara eðlilegt að aðlegt börn og var mjög virk í tónlistarlífi líka í gegnum alla tíman. Ég var að ferðast Ameríku og spila raftónlist, ég být raftónlist. Ég var að spila og verða ólétt út í New York. Svo þetta er það bara skynsemið í mig, bara þetta kemur til Íslands til þess að fæða barn. Ég veit hvernig Ameríka er fyrir börn. Þannig ég og bara stuðningskerfið, það er ekkert það gott félagskerfi út í Ameríku, ef eitthvað ég er. Og líka bara að vera einstæð, ómenntað og vera bara svona pengar og svolítið alltaf í ykkur jaðar og þú veist, er ekki í bóksun, þú veist, ég þurfti að... Upplifir þið sem jaðartýpu? Ég verði eiginlega að segja það, þú veist, ég er rosalega ánægð þegar manneskja finnst ég vera bara alveg norm, þú veist. Mér finnst þú rosalega norm. Thank you, takk. Það gerist, en svo fæ ég líka viðmót sem er bara, ok, þú ert skrýtna kona. Þú ert spes eða öðruvísi eða eitthvað og ekkert af þessu finnst mér móðgandi. Nei. Þú veist, lífið er skrítið, þannig ég er bara svona, já, skrítin, þú líka, þú veist, allir eru skrítni. Nákvæmlega. En ég, þú veist, einmitt, að vera bara, einmitt, alltaf svolítið svona, að vera ekkert að festa mér í neinn bóksa neitt svoleiðis og fara líka mína leiðir, sem var eiginlega bara eina leiðin. Ekki var ég að fara að komast í gegnum skólakerfið smurt. Ég er klár, en ég vildi ekki eða tíma að mata ofinni með eitthvað bullshit, þú veist, einhverja amerísku sögu eða einhverja sögu sem að ég vissi væri bara propaganda, miklu betra á Íslandi. Ég elskaði íslendinga sögur og fögin hér. Datt inn í dönskuna, skilur, það er erfitt að koma bara allt í einu í 9. bekk og það er danska. Þú veist, þannig þetta er það smá vandamál. Spanskan hefði höfðað betur til mín, alveg upp með það mér í kringum yfirinn á mér. En fyrir utan það. Og ég bara, einmitt að vera forvitin og vera grúskari, þú veist, alltaf sóttist í svona eldri kalla og heimspekinga sem að, ég segi bara kalla, þetta var öll kyn, en það voru ofta svona fundir heima hjá og afa, þú veist, afi og Gunnar Dahl og fleiri heimspekingar í skák og tala saman og ég bara alveg, ég drekk þetta allt inn í mér, bara öll þessu forvitni. Og ég ætlaði alltaf að fara í skóla og hugsa, já, þegar hann svona gamall, þá þarf ég kannski ekki stúdent, ekki bara að fara beint inn í eitthvað í háskólanum eða eitthvað svoleiðis. Lestu reyna það? Herðu, nei, ég tók beygju. Þú veist, ég var á leiðinni en svo bara kom COVID og þú veist, orkan var voðalega strembin þá og ég var ekki með einbeitingarkraftin í að fara í formlegt nám. En ég ákvað þá bara að kaupa mér bækur sem ég hafði áhuga á og bara stúdera það. Vel gert. Og svo bara heyri ég í fólk sem eru með menntun ef það er eitthvað sem að ég vil ræða og læra meira þá bara sækist ég í bara leshópa eða bækur eða bara leita fólk uppi. En það menntun einu sér segir ekki neitt. Það er manneskjan sem heldur á menntuninni sem segir allt. Já. Það veist, ég held að sko þó maður sé límheili og muni upplýsingar og geti farið með ártöl og einhverja klusur en það segir maður ekkert endilega í sig klár, ég er bara þess að greinda muna upplýsingar. Já. En hver er manneskjan sem heldur á menntuninni?
það skiptir öllu máli. Já. Þannig að skólinn í mínum huga í sjálfu sér aukaatriði. Það bara manneskjan sem sækir sér þekkingu sem að málið. Skilur þú hvað ég er 100% sammála og þannig að þú sjálfmenntuð? Ég er sjálfmenntuð og svo er svo eftirminnilegt kennarar sem að tengdu við mann og sem að skildi það að kannski koma að manni með þann vingil sem ég tengdi við. Það var alveg magna og það er eftirminnilegt og það lærði ég og gleymi ekki. En þegar verið að setja þetta í þessu box sem að það mun enginn, við mun enginn passa öll inn í sama boxið. Nei, við reynum það alveg. Við reynum það svo mikið. Það er eins og ef við gerum eins þá lifum við af. Ef við gerum bara eins og allir þá erum við með eitthvað öryggi og við lifum af sem hjörð. En það er heldur ekki alveg, við erum miklu meira komplex verur, þú veist, all lifandi er miklu meira komplex en eitthvað sem við getum bara skilgreint svona. Og skilgreinir geta verið mikilvægir. Það getur verið einhver jörð í því, einhver öryggi í því, en ég held að sé alltaf tímabundi því að all lífið breytist. Nei, það er líka, sko, ef fólk er óöryggt í eigin skinni, þá finnur það sér fleiri box til að tilheyra. Já. Ég er sjálfstæðismaður og káringur og frímúrari. Nei, skilju, þú finnur all labelin til að hengja á þig til að skilgreina þessi manneskju. Já. Og hópinn manns. Þú veist, bara ég er hlut af þessu og skilgreind með þessu. Og svo skilgreinir þið gegnum það sem er náttúrulega röng nálgun. Þegar spegillinn er eina nálgunin sem við þurfum. Það er bara hver er ég með mér. Já. En raftónlist. Já. Þú sagði raftónlist og ég verð að spyrja það ferli. Já. Ertu ennþá að sinna þessu? Já. Ertu að búa tónlist? Já. Hefur alltaf verið tónlist í þér? Alltaf. Og þetta var bara meðfætt. Ég kunni bara píanó þegar ég fæddist. Ég var ekki unga barn að spila píanó. En elstu minningarnir mínir er að tegja mig í lyklana. Og ég hef alltaf getað að spila það sem ég heyri og sá þátt í sjónvarpinu. Manna var Beethoven. Og leikarinn var liggjandi í vatni og horfa upp í himinin. Og þá sá ég atriði eftir það að hann mist heyrnina sína. Og ég veit ekki af hverju, ég er örugglega mjög ung, sko. Ég hugsaði, ef ég myndi missa heyrnina, ég vil læra að hlusta ekki líka á mig. Og ég er svo lítil. Og þetta í hug. Þannig ég man eftir að vera ít á lyklana alltaf hlusta með líkamanum mínum. Kemst að því seinna meira ég er líka með þannig kerfi að ég finn bragð á tónlist, lit í tónlist. Ég held að allir væri svona, en ég er allt svolítið búin að flétta saman. Þannig ég finn tónlist mjög intensely. Það er mjög intensiv. Ég er annarkvort eftir að bara kasta upp og þegar víbrunni fara illa í mig eða þetta er mesta allsæla sem ég get upplifað að heyra vissa tóna í vissu samhljóm. Er það mest tengt á raftónlistar tónlist eða bara allir tónlist? Allir tónlist, en raftónlistin mér fannst hún praktísk. Ég byrjaði að spila píanó, tók tíma, var í tónlistatíma. Það kemur í ljós eftir 10 ára, ég las aldrei nótur, ég spilaði allt eftir eyra. En ég var komin á 7. stig, þú veist. Þegar það komst í ljós, þá tók ég smá bakslag, þú veist, að kennarinn vildi bara svona, nú byrjum við tónfræðin og byggja það aftur upp. Til þess að ná, þú veist, ég er ekki beint að fara að spila Rachmaninoff eftir eyra. Ég ætla bara að raunsa. Ég vildi væri þessi snillingur, en ég er það ekki. Þannig að, en ég var samt alveg, hjarta mitt var alveg Rachmaninoff. Hjarta mitt gat þetta. Þannig ég er 12 ára þegar blóðfaðir minn er tónlistarmaður, er ennþá tónlistarmaður, var alltaf bara með heimastúdíó. Og ég er að heyra, þú veist, neo-punk og alls konar, þú veist, maður er að nota trommuheila, þú veist, eins og með Q for You, þú veist, ég veit ekki reyndar, en ég er með í trommuheila, sem að mér verður örugglega að rukka þau núna, en ég átti mig á því að með þessa græju get ég orðið mín hljómsveit. Og þannig Daniel var alltaf að sýna mig bara, já, hérna er svona sampler og þetta er svona floppy diskar með þessu hljóði og svo getur við samplað þetta. Ertu tækninörd líka? Fattarðu snúrurnar og þetta allt saman? Ég er tækninörd án þess að vera með málfræðið. Ég er ekki endilega með málfræði, en ég get bjargað mig öllu. Þú veist,
ég bara átti geimskipi fyrir lífið eða eitthvað. Ég get auðveldlega reddað mér í einhverju plugga og svona, ég er reddari. En hann bara kynnti mig fyrir þetta og ég var bara, guð mig góður, ég get orðið mín sinfónía. Þú veist, þannig að ég slapp ekkert frá því að hafa einhvern aga með að mæta í tónlistartíma, en það opnaðist fyrir mig þessar dyr. Og frændi minn Marlon Pollock, sem ég kalla bróður minn, og bjó í Íslandi minn, ég var í Ameríku á tímabili, og hann var að senda á mig kassettur sem hann að taka upp exið, það sem að vera að spila raftónlist og drum and bass og jungle tónlist, svona svona geggja kraftur og drunur og alls konar víbra sem að heilin á mér er bara wow, og líkaminn minn að sensa sko að vera að taka inn. Þetta er rosalega upplifun fyrir mig. Og einu uppáhaldskassettin sem hann sendi mér var platan Ice Rave. Hún kom út, þetta var íslensk útgáfa af fullt af íslenskur raftónlista fólki að setja saman old school hardcore jungle drum and bass plötur. Og þú ert ennþá að sinna þessu? Og ég er ennþá að sinna þessu. Ég byrjaði að sampla þessar kassettur og semja tónlist yfir. Þú veist, bara fá taktinn, semja yfir, úti kafla, þróaðist yfir í að fá mína trommahila, gera allt frá grunni sjálft. Og svo yfir í seinna byrja að nota tölvur og svo detti inn í að vera meira akústik líka. Ég gaf út plötu 2020 í miklu feimniskasti. Ég var ekki að prómóta hana sérstaklega, ég bara komin út. Og síðan þá er ég búin að vera svolítið ekki að sinna raftónlistinni. Ég svelti mig svolítið til þess að fá ástríðan upp á nýtt. Og ég reyndar að byrja á píanóinu núna aftur. Ok. Þannig sagan þín er líka tónlistarsaga? Já, hún er það. En þú hefur skifað plötu, eða plötur? Já, ég marga plötur. Ég var byrjað að koma fram 16 ára. Þá á, sem sagt, hvað kallar þetta, diskotekum eða á skemmtistöðum? Reyndar ekki, þetta var ljóðakvöld. Þetta var guðfaðir minn heitir Ron White, þetta er slam poetry-gaur, kom til Íslands og voru að halda svona ljóðakvöld / tónleika. Og hann var típast til þess að, og Mickey Pollock, þú veist, besti vinur hans, þú veist, eru típan til þess að draga alla með í bara fjörið. Þú veist, bara þetta er í gangi, geggja hæp, allir með og börnin með. og Marlon var búinn að fá, fröndi mig var búinn að fá græjur og þau voru að heyra í okkur spila og leika okkur. Þau eru bara svo hvatvísi, bara, já, hvað þú spilaði bara með okkur á þessu kvöldi, eitthvað í nýlissafninu. Það fyrstu tónleikar okkar voru með, þú veist, Steindór Andersen var að kveða, Sigurrós var að spila. Já, með steinhörpuna? Nei, Steindór Andersen kveðumaður. Já, hann var bara Var ekki hann sem átti steinhörpuna? Nei, heitir hann Páll. Já, það er ruglað nöfnum. Já, hann heitir Páll, eitthvað, meira. Já, þannig það var bara, já, og Sigurrós mann ég eftir og... Sigurrós hefur spilað þessu við? Já, blóðfaðir mig líka. Já, það? Utangarðsmenn. Náðu þeir hingað inn á þetta svið? Já. Vel gert. Ég held að mamma hefur verið ólíkt á mér eða eitthvað ólíka, jafnvel. Sér, þetta er allt tengt? Þetta er allt tengt. Já. Já. Og mamma í árandarsalum? Já, mamma alltaf með. Já, þegar ég var bara, þegar ég fekk bara strax bara svolítið inn þar, ég bara aldrei spilaði áður og var ekki búin að vera að semja með bara áður mínum lengi. Bara... Þú ert að sinna þessu í dag? Já, og svo sem ég... Hvað er á prjónunum? Núna? Tónlistarlega? Ég bara veit það ekki ennþá. Ertu pöntuð á einhverju viðburði eða ertu að markaðsetja þig, er þetta bara fyrir þig í þínu persónulega rými? Já, ég er eiginlega betri að markaðsetja annað fólk. Ég er mjög feimin við að setja salome, koma salome á framfæri. Það er vandamál listamanna. Að þeir eru svo feimnir við að sýna verkin sín. Hvað er það? Hvaða angist er þetta? Ég bara, Það er svona hvort að tónlist eða stríi eða whatever. Ég veit ekki hvað þetta er. Það er bara einhvern veginn, þetta er aldrei nógu gott til að sýna það. Ég veit ekki hvað vandamálið mitt er. Og eins og að koma fram, minnst það geggjað. Þú ert ekki hrædd við það að stíga fram á sviðið? Það er ekki til sviðskrekkur í mér. Þú veist, og ég var alltaf mest að spila með bróðum mínum og við vorum alltaf bara með alls konar nöfn. Þau eru svo óskilgreind, þú veist, hvernig er þetta markaðssetja? Þú veist, einhverju brjálega geimveru systkini sem get ekki skilgreint sig. Við byrjum að vera Anonymous, yfir í PLX, yfir í Starkids, yfir í Tanja Marlon síðast. Nú er ég búin að reyta nafn, þannig við erum með 20 eitthvað ára
þú veist, katalóg af tónlist sem er frekar sígild. Alveg frá því við byrjuðum að spila, fólk á allum aldurshópum voru bara, yfirleitt myndum við ekki hlusta á svona, en þið eru að gera. Getur við nálgast þetta einhverstað? Er þetta einhverstað sem að ég get sest við tölvuna og slegja upp nafnið þitt og það er hægt, já. Það er sko, gamla nafnið mitt Tanja Pollock er með mikið af þessu viðhengi. Bara Marlon og Tanja Pollock og bara Wheelcore var líka sena sem ég og vinur minn byggum til, bara í kringur raftónlist. Þetta vantaði venue fyrir raftónlist. Við vorum að gera þetta frá 2005 til 2010 og svo tók ég við og var að gera annarslagið eftir 2010 fram á COVID. Þá var ég var ennþá að halda raftónlistkvöld í Reykjavík, alveg fram á COVID. Vel gert. En svo flýtti ég bara út á land. Hvert út á land? Á Stokkseyri. Já, Stokkseyri-bakka. Já, Stokkseyri-bakka. Ég spila þar. Vel gert. Já, ég spila þar. Og fyrir fólkið mitt þar og svona. En akkurat núna, ég hef rosalega gott að því að reyna svolítið svona að reynsa palettuna mína. Ég er núna í kór, í kirkjukórnum. Og þá er það raddþjálfun. Þú veist, og ég ætla kannski að fara að syngja líka hjá Eyrarbakka kirkju. Þannig ég teki þetta bara svona raddþjálfun. Líka bara gaman og svo sitja við píanóið og ég væri náttúrulega svo geggjað til að koma sjálfur mér á óvart og ég væri rosalega sátt við það að gera eitthvað meira akústik og líka syngja. Ég fel mig alltaf svolítið baku græjunar, menn ég er ekki að tala, ég er ekkert feimin, ekki neitt svoleiðis, en ég er svolítið feimin við að syngja sóló. Þetta er áskorun sem ég vil endilega taka. En þetta þarf að vera frá hjartanu. Þú er svo kjörkuð, þú stígur inn í óttaðin. Bara gratulera. Til að hafa gaman. Já, en yfir í allt aðra sálma. Að því tíminn svolítið hleypur með okkur. Þetta er skemmtilegt spjalla. Það er að, hvað kallaði það? Að þú varst, þegar nafnið þitt kom, það var í Heilu. Já. Þú hefur alltaf verið svona á andlegu hliðinni í gegnum allt þitt brölt. Allt mitt líf. Móður mín er heilari og svo er þetta bara í ættina hennar, er líka í móður-föðurættinu mikið. Fjölskyldum út í Ameríku er mjög andleg. Aðeins meira trúrækin samt, en mjög andleg og opin. Þetta er ekki tengt Guðinni per se. Þetta er ekkert með trúarbrögð að gera. Ekki fyrir mig persónulega. Og það sem að við vinnum bara með svolítið gamla íslenska náttúrutrú og seið og við kallum þetta bara gamla góða seiði sem við þróum bara með okkur. Ég er mikið fyrir seið, galdra, heilun, bænir og þetta er bara eitthvað sem ég bara fætti svona. Þó að ég er alveg upp í þannig umhverfi líka. Það er engin að reyna að koma manni í neitt. Allir hafa frelsi til þess að finna sig í fjölskyldunni. En ég sóttist bara í þetta var bara það eðlilegasta fyrir mig. Líka var ég alltaf að eiga rosalega öðruvísi upplifanir. Að vera að fara svolítið mikið út í líkamanum og vita hluti sem ég á ekki endilega að vita eða fólk að horfa á mig bara hvað varst að segja? Einhver sagði við mig því ég sagði að þú er að koma, já hún er völva. Já. Völva er manneskja sem sér fram í tíman, eða ekki? Sjáandi, já. Það er sjáandi. Já. Og þetta er mér finnst það fallegt og sterkt orð sem ég vil standa og sem ég vil standa með. Þetta heiti þarf að lifa áfram og þetta er eitthvað sem má ekki deyja. Mér finnst, ég vil ekki sjá þetta deyja. Og það er samt alveg fræðingur út í heim sem segja seiður, ég veit ekki hvernig það var gert og að vera völva það hef ekkert verið síðan það var kristni og það er bull og vitleysa, sérstaklega hérna á Íslandi. Við höfum alltaf haft okkur völvur á Íslandi. Og það eru margir á Íslandi lifandi í dag sem gæti skilgreint sig þannig ef það myndi vilja. Þetta er í þjóðarsálinni. Já. Þetta er bara svolítið, maður segir þetta ekki í fermingarveislum, en þetta er svolítið, en ég man eftir könnun sem var gerð á Íslandi og það ég held að það eru 75% Íslendinga sem trúðu að draugar voru actually til, sem segir ofsalega mikið þjóðarsálina. Já. Þetta lifir í okkur, þetta sem þú ert að segja. Mjög mikið. Mjög sterkt. Mjög sterkt
ég hitt alveg fólk sem alveg upp í þannig umhverfi sem ekkert jafn tengd þessu. En kannski bara hvernig fólk svona dregst að hvort öðru. Ég rosalega heppin að alls það sem ég fer þá hitti ég eitthvað sem tengi við mig svona og ég í kirkjukór og það taka mig allir bara nákvæmlega svona eins og ég vita alveg nákvæmlega hvað ég gera. Garðurinn minn mjög ábyrgandi, allt og ég með hörg, alveg stóra beinahörg og allt þetta, það fer ekki fram hjá neinum. En það taka mann allir bara, ég tekin alltaf bara rosalega vel og þetta eiginlega bara frekar einlægt. Ég fæ bara falla spurningar til mín eða bara hvað að frétta, hvað að spá. Og fólk biður mig kannski athafnir eða vilja koma í athöfn og fólk skilur mismikið, það veit mismikið en það eitthvað bara svona í hjartanum sem segir bara já, ég vil taka þátt í þessu. Er þetta eitthvað sem þú stendur fyrir athöfn? Ef ég spyrði má ég koma í athöfn hjá þér, hvað þýðir það? Ertu þá með eitthvað fyrirfram ákveðið það sem fólk kemur eða geti ég komið bara einn til þín og... Já, geti komið einn til mín og því ég sko í andlega heiminum í dag, þetta orðið svo mikið business. Þú veist, ég ekki að selja þetta, ég ekki að prómóta mig að reyna að vera eitthvað gæi. Þetta bara eitthvað sem bara þarf að gera, verð að gera, nýt þess að gera líka. Þetta kannski eigin þjónusta sem ég get gert hérna á jörðinni. Þetta verður þjónusta? Ég vona það. Og ég líti ekki á það að ég eitthvað kröftur völva sem getur lagað þig. Það kemur kannski eitthvað til mín og þá hugsa ég og ég spyr svolítið út bara, ég manneskjan sem get hjálpað þessa mannesku? Já, hvað ætti ég að gera? Vertu með athöfn fyrir þessa mannesku? Og þá ger ég athöfn. En ég ekki með eitthvað prógram. Þetta ekki svona laugardegi milli 2 og 3 athöfn? Nei, og ég líka þannig að það bara svona, já, við getum sagt, já, klukkan 5 á þennan dag getum við gert þetta, en ef ég vakna upp einhvern veginn með eitthvað hugboð, bara ekki það, það hlýði ég því. Lífið hefur kennt mér að hlýða þessu rödd og þetta innsæi. Þannig að einustu ertu miðill? Miðill annað orð fyrir þetta, þú veist, eins og spá að sjá. Já. Að völva, þú veist, kannski einhver sem þetta stóra verkefni í lífinu. Þetta eitthvað sem maður klokkar sig ekki inn og útur. Ég get ekki hætt þessu. Þannig að við þurfum að vinna áfram einhvern veginn og hafa líka leiðslu fyrir þetta. Þannig að meðan ég í virkni, þegar ég segi ég opin fyrir að hjálpa fólki og hlusta á náttúruna, að mæta og gera það sem mér leiðbeint að gera af öndunum. Og þá ger ég það. Ég get líka verið algjörlega bara ekki að nenna neinu, vakna upp í svo miklu gangi og ég vil ekki gera neitt og ég vil ekki vita neitt þetta andlega dót. Svo allt klukkan 6 ég komin hinum með landið og bara með eitthvað aðtöpa tristu og tala álfa. Þú veist, og ég bara svona, og hér við komin. Og þetta hefur bara verið svo eðlilegt allt mitt líf. Mamma hefur alltaf verið svona og fólki í kringum mig, frængur. Það var bara eðlilegt að heimur að hlýða þessu. Ég heyrði hérna fyrir þáttinn að þá voruð að tala blót. Þú og mamma var leiðin í blót. Ég hef verið á blóti með þér. Já. Þannig ertu að styðjast eitthvað úr heiðninni, úr þeirri fortíð í þessum athöfnum. Já, algjörlega. Góð grind af blóti fyrst mér bara, það eitthvað stöðugt í marga athöfnum sem ég geri, tikka nokkuð box, þú veist, heilsa vætti, halda svona rými. Ég algjörlega að vinna út frá blót og blót að færa fornir og þakki bara alveg eitthvað svo eðlilegt í jarðarbúum. Þetta marga þau blóta, þú veist, og hefðir. Já, algjörlega, ég blóta og ég spilla og ég gef og ég forna og ég bið. Og athöfnin fyrir fólk að fá að upplifa hreyfinguna, fá að upplifa krafti sem getum seiðmagnað í gegnum gjörning og bjóða inn aðstofuna inn í gjörningin og þetta getur haft stór áhrif að fara í svona upplifunarferð í klukkutíma eða hvernig sem þetta fer. Þannig bara svona, að við verum að fara að rappa þessu. Já.
Það er svo margt sem ég bara að spyrja það, en ég verð að eiga það inn í næsta ára eða eitthvað. Já. Eru þið mæðgur einhvern sem að getur haft samband við þess að má ég koma í heilum til ykkar? Eða þetta bara maður þekki mann eða? Já, helst maður þekki mann. Og þegar við opnum dyrnar þá það flóðgátt. Það kemur rosalega mikið. Og það eins gott að mikið af heilurum á Íslandi sem til að styðja fólk. Ég ekki alltaf opið og ég fer stundum inn og út af samfélagsmiðlum. Þannig að flestir sem koma til okkar að koma svolítið í gegnum meðmæli. Nú, það kannski best að hitta Ísfaldi eða Siggu, eitthvað svoleiðis. En það hefur líka komið fyrir að ég fæ svona opnum og gátt. Og þá set ég kannski á Facebook eða bara set orðið út að við erum að taka fólk í heilun eða bjóða inn í athafnir. Og það kemur til því? Já, og það sem ég vil sjá gera seinna meir, ég þarf bara að vera svolítið upplöð í þetta, en ég væri til í að vera með opna seið athafnir þar sem að völvan getur gefið fólki veffrétt fyrir árið. Og ég ger þetta fyrir svo loka hópa, en einu sinni var þetta opnar í samfélaginu. Þetta var bara svona, nú erum við að fara að fá bara spá ársins og ég bið anda að hjálpa mér að gera þetta í daginn því að þetta ekki eitthvað sem ég get ákveðið. Þau þurfa að koma í gegn. Ég væri til að sjá þetta gerast bara til þess að hafa þessa hefðlifandi líka. Samt til, ég sjá svona eftir 1-2 ár þá kannski einu sinni árið hægt að hafa svona samfélags veffrétt svona athöfn. Það cool. Það bara cool. Það rosa cool. En hvað planið? Jól framundan? Já. Heiðin hátíð? Við erum með heiðin jól. Við erum með blót í kringum vetrarsólstöð og svo tökum við náttúrulega þátt í þetta, íslenska jóla eitthvað. Já, jóla eitthvað. Coca-Cola jólasveitnin. Coca-Cola jólasveitnin, jú, Jolly Kallinn, þú veist, allt þetta það alveg fiðringur. Þannig að ég geri það, já. Bara frábært að fá þig. Sömuleiðis. Það er bara gaman að sitja þetta með þér og við erum búin að tjata rosalega margt sem langar að spyrja þig, en ég veit að háttvirtur tæknimaður verður ekki glaður með mig. Nei, það ef við erum komin á annan tíma. Þannig að takk fyrir að koma. Takk og ég á klárlega eftir að fá þig aftur. Já. Og gaman að fá að fylgjast með þér. Ég nú fylgst með þér svolítið ekki tíðina. Litla Ísland og allt það. Og þið sem eruð að horfa, eða þú sem ert að horfa, þið getið sendt okkur mail á tyr@tyr.is og tuðað í okkur eða klappað okkur, hvernig sem það eða haft samband. Og bara takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að vera þetta með okkur. Já, og takk fyrir. Og eins og ef það eitthvað inn í fólki sem vill leita til okkar, það má alltaf reyna. Við erum opið fyrir því. Ég vildi bara taka það fram. Bara æðislegt. Já. Og hvernig það bara Facebookin eða? Þetta Ísland, þið finnið okkur. Nákvæmlega. Skál í búðinni. Takk fyrir að koma. Takk.